En ekki eru allir sáttir við hvernig ríkinu gengur að móta nýja banka og vilja margir sjá kvenlegar áherslur í nýju viðskiptaumhverfi. Af 29 sviðsstjórum nýju bankana eru 5 konur og meðal 15 stjórnarmanna í bráðabirgðastjórnum bankana eru 6 konur og Þóra ræddi við konur úr viðskiptalífinu sem telja nauðsynlegt að breyta til. Ég held að það hefði verið betra að sjá hlutföllin jafnari og það snýst kannski ekki svo mikið hvort að þú ert kona eða karl heldur þau gildi og þá hugmyndafræði sem fólk stendur fyrir. Og ég held að ef við ætlum að reisa við bankana sem atvinnulífi þá þurfum við að hleypa öðrum gildum og annarri hugmyndafræði heldur en þeirri sem að ríkti og kannski að hluta til koma okkur í þær aðstæður sem við erum í dag. Heldurðu þá að bankakerfið og fjármálakerfið hafi verið of karllægt á undanförnum árum? Já, ég hef sagt það ítrekað að ég telja svo vera en ekkert endilega að það sé eitthvað að körlunum. Það er bara einsleitni, hún skilar ekki þeim árangri sem að meiri fjölbreytni getur gert. Það hefur verið gríðarleg áhættusækni og ég held að sé ekki til sá maður sem þú hittir fyrir í dag sem myndi ekki viðurkenna það. Áhættusæknin hefur verið að leiðarljósi, skammtímagróðinn. Þær áherslur sem hafa einkennt þetta kerfi allt saman ekki bara á Íslandi heldur allan heim hafa vissulega verið mjög karllægar og ég hef sagt það að ef það hefðu verið fleiri konur í áhrifastöðum þá tel ég að við hefðum tekið áhættu meðvitaðri ákvarðanir. Núna eftir að bankarnir eru ekki lengur einkabankar heldur ríkisbankar að þá markmiðið ekki fyrst og fremst að græða sem mest á sem skemmstum tíma og að tryggja aukinn kaupauka fyrir stjórnendur, heldur líka að stuðla að uppbyggingu samfélagsins og að veita viðskiptavinum góða og ódýra þjónustu. Og ég tel að konur séu betur til þess fallnar heldur en flestir karlar vegna þess að okkar félagsmótun hefur miðast fyrst og fremst að því að kenna okkur að taka tillit til annarra í fjölskyldunni til dæmis og við erum oft kallar til þegar eitthvað bjátar á í fjölskyldunni til þess að sinna þeim aðilum sem standa veikt. Þetta lítur kannski ekki nógu vel núna út eins og staðan í dag en það var að örfáar konur sem eru sviðsstjórar og örfá konur í stjórnum og jú það eru 2 konur sem eru bankastjórar en aðalatriðið samt að þeir sem koma til með að stýra bönkunum að ég tel mikið að konur séu sýnilegar í ábyrgðarstörfum en líka að þeir sem taka sér verkin hvort sem það eru karlar eða konur að þeir hugsa eins og konur. Og hvað áttu við með því? Að þeir séu áhættu meðvitað fólk. Þetta svolítið skrítin staða sem komin upp að við sjáum sérstaklega við horfum til fjárfestinga tengdra verkefna og starfsemi í fjármálageiranum að þá voru næstu því eingöngu karlar þar að vinna með körlum í uppsveiflunni og nú kemur niðursveiflan og þá fá konur tækifæri sem ég vissulega fagna en ég vona þó að það verði ekki þannig að konurnar séu eingöngu í tiltektinni og þá í ríkistörfum og miklu lægri launum og ekki eigendur og karlarnir komið svo aftur þegar við einkavæðum og halda fram að reka. Ég vona að okkur beri gæfa til þess að nýta krafta karla og kvenna jafnt í uppsveiflu sem niðursveiflu. Allar þessar konur sem eru menntaðar, eru hæfar, það þarf bara að ná í þessu konur. Það þarf bara að pikka í þær og segja þið eru tilbúnar eða ekki. Það þarf bara aðeins að hvetja þær. Það fullt af góðum konum út allt. Þetta hefur verið karlavíð, það hefur verið karlar sem hefur verið að fjárfesta, karlar í stjórnum, karlar út allt, en þetta bara eitthvað 2007. Núna erum við að halda áfram og auðvitað vera konur alveg til helminga í öllum ábyrgðarstöðum. Ég held að ef að koma fleiri konur eða þá karlar sem hugsa eins og konur í bankana núna, að baktjaldamakk sé búið. Ég tel að ef að konur hefðu verið milli 40–60% stjórnenda og stjórnarmeðlima bankana, að þá hefði áhættusæknin verið mun minni en hún var á þessu útrásartímabili vegna þess að konur eru mun hræddari við að gera mistök vegna þess að þær vita að þeim verður refsað mun meira heldur en strákunum fyrir að gera þessi mistök og jafnframt að þá held ég að skammtíma hugsun hefði ekki verið jafn mikil. Konur hafa tilhneigingu til að hugsa til lengri tíma vegna þess að þær hafa verið aldar upp í því að það þurfi að taka tillit til hagsmuna fleiri en þeirra sem einstaklinga.
Mér finnst konur gjarnan vera að geta þeim eiginleikum að eiga gott með samstarf og ég held að samstarf skiptir sköpum núna. Það þjónar engum tilgangi að henda aur í hvort annað eða leita sökudólgu uppi núna. Ég myndi helst vilja sjá erlenda ráðgjafa taka sér það hlutverk að rannsaka og skoða hvað gerðist og ég myndi vilja sjá okkur Íslendinga snúa bökum saman í að byggja upp og verða fyrsta landi til að komast út úr þessari kreppu. Kannski voru við fyrst inn en ég trúi því að við getum orðið fyrst út en það krefst samvinnu og konur hafa að mínu mati sérstaka eiginleika og góða kosti þegar kemur að samvinnu og samstarfi. Þú talar líka að það sé oftar leita til kvenna þegar þú fyrir að tala kynjahlutföll. Leiðist þér að vera endalaust spurð út í þessa hluti? Já, takk fyrir að spyrja. Mér finnst mjög þreytandi að sé fyrst og fremst tala við konur þegar að tala kynjahlutföll og ég held að þetta snúist ekki svo mikið kynferði, heldur gildismat og hugmyndafræði. Og ég held að heimurinn sé í þeim aðstæðum sem hann í dag vegna þess að það var of karla í hugmyndafræði sem réði ríkjum. Og ég held að við höfum einstakt tækifæri í dag, við erum með hvítt blað í mörgum skilningi, það mjög erfiðar aðstæður hérna vissulega sem við þurfum að takast á við, en við getum byggt upp nýtt Ísland, nýja hugmyndafræði og ég vona að sú hugmyndafræði verði jafnari heldur en sú hugmyndafræði sem hefur ráðið ríkjum. Já, við höldum áfram með Kastljósið hér rétt á eftir en fyrst auglýsingar.